En við förum í torfæru hér er allir í beltum eins og venja er. Það voru 9 keppendur skráð til leiks í götubílaflokknum í Jeppasport torfærunni sem framfór fyrir 10 dögum. Hér er Gunnar Guðmundsson á rapparanum, búinn að vera með í mörg ár, allt síðan árið 88. Nú af þessum 9 sem voru skráð til leiks voru aðeins 6 mættir í keppni og einn keppandana varð að hætta keppni sökum bilunar í bíl strax eftir fyrstu þraut. Það var Rafn Arnar Guðjónsson á Rauða prinsinum. Eins og í sérútbúnarflokknum þá hófst keppnin á tímabraut og það var sama tímabrautin. Og hér fær Gunnar 240 stig, 300 stig eru veitt fyrir besta tíman. Hér er Sigurður Jónsson á lukkutröllinum. 270 fyrir næst besta tíman, 250 fyrir þriðja besta tíman, þá 235 og 220. 10 stig draga síðan aukalega frá hverjum keppanda fyrir hvert dekk sem að þeir fella í tímabrautinni. Og skipti þá engu hversu gróflega þeir fara yfir dekkin. En Sigurður á lukkutrellinu keyrði þetta af öryggi og náði besta tímanum, fékk 300 stig. Þá var það Kristján Hreinsson, 23 ára togarajaxl á Stjána bláa. Þetta er fyrrverandi Inga sem að Þorsteinn Einarsson átti og varð Íslandsmeistari á í götubílaflokki. Hann hefur nú selt þessa bifreið norður fyrir heiðar og Kristján Hreinsson er akureyringur. Þetta er 400 hestafla bifreið og hún skilaði öðrum besta tímanum með Kristján undir stýri, 270 stig. Og þá er það þraut nr. 2. Sigurður Jónsson fer hér fyrstur. Þetta er sama þrautin og þraut nr. 2 í sérútbúnarflokknum. Þessir götubílajeppar eru orðnir mjög öflugir, en þó annar dekkjabúnaður, 260 stig og 560 alls. Og þá er það Kristján á Stjána bláa. Hann er nýliði í sinni annarri keppni, keppti í fyrsta sinn í Greifatorfærunni fyrir hálfum mánuði, 3 vikum síðan. Sjá hvort að hann lagði sér hér upp á, nei. Hann komst ekki gegnum endaliðið, 230 stig. Og þá er Þór Pálsson, hann er einnig nýliði frá Akureyri. Þessi bíll er beinskiptur. Var í höndum Gunnars Guðjónssonar fyrir fáeinum árum. Og nú er að sjá hvað Þór gerir. Hann er búinn að drepa á hér í þessari þraut og stoppa stutta stund. Það fylgir þessu talsvert álag að fyrir að fara að sína getu sína fyrir framann 1000 áhorfendur, 230 stig fær hann hér. Og þá er það Kristján Pálmason á sigurbílnum frá síðastliðnu ári. Hann hét á Galdragulur en heitir nú Grænt upp. Það bíl 400 hestafla bíl. Og þessum bíl var ekið sem fyrsta bíl í fyrstu þraut í fyrstu torfæru ársins á Akureyri daginn og fór jafnframt fyrstu veltuna. Og hér sjáum við stöðuna eftir 2 þrautir í götubílaflokknum. Sigurður Jónsson er efstur með 560 stig, Kristján Hreinsson í öðru sæti, Kristján Pálmason í 3. sæti og Gunnar Guðmundsson í 4. með 480 stig. 3. þraut. Og nú fer heldur að þyngjast þrautin. Síðasta brekkan í þessari braut er nánast þverhnípt upp. Og maður hefði ætlað að hún væri nánast ófær sérútbúnarflokknum. Það reyndi þú heldur ekkert á það. Hér reynir Kristján að fara mjög utalega í þetta hlið til þess að reyna að komast upp á, færa hans 260 stig. Þess má geta að endahliðið er þannig að menn fá aðeins 20 stig í refsingu fyrir að fella annarkvort dekkið. Þannig að það er hægt að fara gróflega í gegnum endahliðið, en það er reglan til þess að reyna að freista manna. Það reyna að fara alla leið. Það var Þór. Nei, það er hraða hér. Bílinn beinskiptur, það kannski truflar hann svolítið. Kristján Pálmason. Þetta er sannlega lengsti bílinn í götubílaflokknum. Já, nei, hann brýtur hér drifskaftað aftan og þar með missir hann gripið á afturhjólunum. Hefði hann kannski farið heldur hærra. En það dugar ekki með drif á tveimur. Það var Gunnar Guðmundsson á rapparanum. 3. þraut. Svo það Gunnar gerir. Nei, það dugar ekki að hika svona Gunnar. Þetta átt að vita. 190 stig. Gamall refur í torfærinni Gunnar.
Og Sigurður, hann jú alveg að verða gamall refur í torfærinu líka, búinn að vera lengi í götubílaflokknum. Já, hann ákveðinn, hann hlýtur að fara lengra en allir hinnir. Hann velur sömu leið og Kristján fær aðeins 180 stig. En sjáu þið þetta, Kristján Pálmason. Hér brotnar hjá honum afturdrifið, hætta að snúast afturhjólinn og þar með gerist ekki meir, en sjáu þið hvert drifskaftið fer, snýst þarna og svo bang, spýtist það bara út. Fjórða þraut. Og enn það Kristján Hreinsson sem hefur leikinn hér hjá okkur. Þetta spurning að ná upp talsverðum hraða hér til þess að reyna að komast upp mjög lausan bakka og jafnframt að reyna að sleppa við dekkin. Þetta var vel gert, 250 stig. Hann á eftir að láta að sér kveða í baráttunum með Íslandsmeistaratitilinn. Kristján Hreinsson á Stjána bláa og þá er það Þór Pálsson. Það er að reyna að ná upp meiri hraða, hann tekur dekkið rólega 40 stigur farin þarna. Nei, þetta gengur ekki, 190 stig. Gunnar. Það er hægt að ná smá tilhlaupi hér þó að þurfi að beygja smá sikksakk. En hann tapar 40 stigum á þessu dekki, fer síðan í gegnum endahliðið og fær ekki nema 180 stig. Þetta var skrítin stigagjöf, 280 stig hefði verið eðlileg tala fyrir Gunnar þarna. Hann keyrði gróflega yfir eitt dekk, tapaður við það 40 stigum fyrir gegnum endahlið og þá helmingas úr refsing sem hann fær fyrir neðanhliðið. Þannig að hann hefði átt að fá 280, en þetta er samt sem áður staðan. Sigurður Jónsson eftir 4 þrautir efstur með 10 stiga forskot af Kristján Hreinsson. Munaðist 10 stigum að fyrsta og öðru sæti. Þetta er spennandi þegar 2 þrautir eru eftir. Gunnar Guðmundsson hangir ennþá í 3. sæti. Næst síðasta þraut, Þór Pálsson. Komið með reynslu af 4 þrautum. Sjáðu, hann keyrir örlítið hraðar og það fleytir honum þó þetta hátt 240 stig. Vel gert. Þá er það Gunnar, hann fer hins vegar hér út fyrir braut, hann fór upp fyrir hvítadekki, átt að vara fyrir neðan það og fær því aðeins 60 stig, þetta var dýrt. Sigurður vantar hraða hér, hann hefði nú kannski getað lætt sér upp á brúnina en 250 stig fékk hann. Það var að sjá hvort að Kristján fær meira, hann var, já, 250 stig, það munar enn aðeins 10 stigum á þér. Gunnar Guðmundsson á rapparinn fær 300 stig og lýkur keppni með 1210 stig. Og Sigurður, hér virðist nú vanta kraft, 280 stig og Kristján á möguleika að fara fram fyrir 300 stig og það var fyrsta sæti hans. Nei, 260 stig og hann verður að láta sér linda annað sætið. Þór Pálsson, sögum þess að Gunnar fekk aðeins 60 stig í síðustu þraut, næst síðustu þraut, að þá lendir Þór Pálsson í 3. sæti. Glæsilega gert hjá 2 byrjendum, Kristjáni Hreinssyni og Þóri Pálssyni. Og staðan í Íslandsmótinu Sigurður Jónsson með 5 stig á